Sælveriði, ég var hér í flugsmiðinni. Í dag ætla ég að hnýta flugu fyrir ykkur sem er orðin löngu þekkt og rómuð sem veiðivatnafluga og einn af þessum betri flugum sem fyrir veiðivatn, og þetta er engin önnur en flugan Alda eftir Helga Vaff Úlfsson. Og Helga hefur tekist ágætlega til með þessa flugu, sýnist mér, því að hún virkar alveg og gefur fisk og er ekkert svo flókin í nýtingu, svolítið spes, kraginn á henni í miðjunni og svona. En það skiptir ekki máli, við nýtum hana bara eftir uppskrift og ég er að styðjast við uppskriftina inn á vefnum hjá formanninum, það er að segja formanninu mínum og okkar í Ármönnum, og nýtum hana eins og hún er þar. Þannig að við byrjum á því að setja svartan, ekki svartan, þetta er rauðan marabú, og það kemur hérna niður og við vinnum með marabúin bara eins og við séum að vinna með í rauninni bara nobleri straumflugu með marabú skotti. Þannig að þetta marabú sem er hérna framan, við látum þetta eiga sig í bili. Svo áttur að koma meira í skottið á henni og ætlum ég að nota þetta og þetta. Og ástæðan fyrir því við höfum skottið á henni efnis mikið er bara einfaldlega svo, bara eins og alltaf, að marabúin verður að eiginlega engu í vatninu. Hann bara leggst allir saman og er ekkert mikill sig þegar hann er orðinn blautur. Þess vegna er ekkert að því þó að maður eyðir dálítið efni í skottið á þessu flugur. Alltaf ég hef gaman að vinna með marabúin, allt út allt. Mamma brjáluð. Og það er nú í lagi. Sko, þá kemur þetta hérna svona. Seinni bunkinn á marabúinum kemur þá hér ofan á. Þá er það svona. Og svo aftur hérna. Þá er þetta það bil í þeirri lengd sem við viljum hafa þetta. Og svo síðast en ekki síst, þá tökum við síðasta klumpinn af marabúinum hérna. Og notum hann í rest. Svona. Tökum þetta hérna. Og þá held ég þessu bara svona saman með pöttunum. Klippi hérna alveg upp í stilkin á fjörunni. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta almennilega. Það sjáist, vonandi gerir það. Svona. Og þá er það heil fjöður sem við förum með í eina flugu. Ekkert að því, mér er alveg saman hvað. Fólki finnst við það, þetta er bara sem virkar upp í vatnum. Og þá skellum við þessu hérna niður og þá er skottið á fluguna komið. Myndarlegt skott og ennþá myndarlegri skúfur hérna fyrir fram að það sem við þurfum að fara að vinna í að ná niður. Og við ætlum að hnýta hann bara niður í rauninni með tvinnanum hérna svona. Svona. Og svo hnýtum við þetta betur niður með, það er að segja, með tvinnanum á leiðinni tilbaka. En það er eins og við sjáum kúla á þessari flugu og ætlum að hnýta þetta hérna fram að kúlunni. Cirka hingað. Þá er hægt að fara að taka aðeins á þessu. Hnýta þetta hérna betur niður og festa þetta. Og þegar við erum með svona marabú undir búknu þá er ekkert að því að lakka búkinn. Við getum bara gert það, en ég sýni ykkur hvernig það kom út núna í þessa flugu. Mæla alveg með því að þið lakki búk á svona þessum stærri flugu, sérstaklega flugum sem fara í, sem að þið viljið að endi í urriðakjafti, það geta farið illa á því. Og þess vegna er ekkert að því að lakka þær flugur sem að eiga að fara upp í kjaftin á urriðanum, því að hann er með beittar tennur og rífur þetta allt til. Og lökkun á svona flugu væri bara gerði það akkurat svona í miðri flugu. Við sýnum ykkur að þá er þetta bara svona, sem það vel að lakki þessu, marabúin drekkur þetta í sig. Og meðan við klárum skottið á flugunni þá dregst þetta inn í efnið þetta. Það er hægt að nota superglue í þetta líka, það er bara í rauninni hvaða lím sem er. Mæla alveg með superglueinu í svona þessar flugur sem við viljum hafa alveg pikkfastar. En ég nota superglue í sömarflugur, ekki neitt að þessu hnýta ennþá, og það er ákveðna flugur sem ég til að superglue sé bara eiginlega nauðsynlegt í. Næsta skref þá er það í skottið á flugunni setjum við rautt flass og silfurlita flass
og það er ég búinn að gera tilbúið hérna á borðinu hjá mér. Það er hér og höfum bara strendingana og svo saman, ég er með 3 og 3 af hvoru og þá er þetta bara nýtt eins og skott á nobler svona niður hérna, komið mín megin og svo er þetta að taka bunkan bara hérna yfir ykkar megin og haft þetta þá svona þannig að þetta sé í línu cirka og þá er þetta komið og hérna næsta skref í þessu það er að búa til búkin á fluguna en búkurinn á þessa flugu er úr svona grænu efni kristall eitthvað skonar grænu efni og ég kann ekki alveg nafna það Iced Up Prism, þetta er hann grænt sem ég nota því ég á ekki efni sem er í uppskriftinni þetta er foss rautt kristallplasma Kelly Green Crystal Dub, ég er bara með eitthvað mjög svipað hérna sem ég keypti eitthvað staðar það er þessi bunki að dubbi og það sýnist að það veit ekkert á honum að setja dálítið vel af dubbi á þetta svona af því að við viljum hafa þetta dálítið þykkt en við erum aðtöða það við dubbum hana ekki nema fram að miðju þá kemur kragi þessi skemmtilegi undarlegi kragi fyrir miðri flugu og svo höldum við áfram að dubba fram á haus og þá er flugan klár og þeir eru að dubba á einfaldan þráð eins og ég er með hérna þá snúum við dubburinn á þráðin með því að snúa þið bara í aðra áttina, alltaf sömu átt. Aldrei nudda því á þráðin heldur bara alltaf sömu átt. Þetta er ein af aðferðum til að dubba, það eru til náttúrulega endalaust aðferðum til að dubba. Þetta er bara ein af þeim. Þá kemur þetta svona og búkurinn á flugunni verður til svona. Ég kann ekki dýla við dubb sko, alls ekki. Hérna, þetta er slætt í þetta. Við viljum hafa hann náttúrulega pattaralega sko og ég vil það nú frekar heldur en að hafa þetta einhverja mjónur sko. Þetta er svona. Betra að bæta við dubbið heldur en munið það, betra að bæta við það heldur en að þurfa að rífa það í sundur eins og ég gæti lent í hérna. Nei, þetta sleppur. Svona. Ánægði með mig og ykkur. Þetta slapp. Þá er næsta sem sé, kraginn á fluguna er bara svartur slappen eða svart fjöður, hanafjöður og ég ætla að klippa hana hérna, klippa stilkinn af henni, hendum fjöðrinu og því, tek hérna hárin af stilknum, svo látum við þá hlið á fjörunni sem glansar snúa af okkur alltaf, þegar við erum að gera þetta, tökum fanirnar á henni tilbaka. Þannig að það verður til friðs, þetta er dálítið stór fjöður í þetta en það er allt í lagi, þetta er líka krók nr. 6 og stórfluga. Þá hnýtum við fjöruna hérna niður, þetta er bara eins og við erum alltaf að hnýta niður sem séum alltaf að vinna með hérna kraga. Þetta er í rauninni alveg það sama aðferð nema bara öðrum stað á flugunni. Klippum í burtu þessar hérna fanir sem standa aukalega þarna út úr. Þessa hérna ein hérna hinum megin, svona. Svo tökum við fjæðurklemmu sem er hérna, setjum fjæðurklemmuna hérna á fjörina. Svo greiðum við alltaf, ef við viljum hafa kragan aftur staðan, þá þurfum við að greiða fanirnar aftur og bak. Svo er hægt að laga það er að segja ef það tekst ekki alveg í fyrsta, sem sé í vafningnum, þá getum við farið með sko tvinnan hérna aftur á þetta og eftir og sett rýsting á fanirnar bara og gerum það, sýnist mér. Svona. Svona. Þá erum við búin að læsa þetta niður, svona. Tökum 2-3 alveg þéttingsfasta vafninga hérna, klippum svo stilkinn af fjörinni í burtu sem vorum að setja niður og þá getum við farið að vinna með þessa fanir. Mér sýnist þetta nú hafa tekist svona sæmilega, það er alltaf eitthvað sem stendur hérna fram eins og þetta og það er ekkert annað bara en að láta það fjúka svona. Þá förum við með tvinnan hérna aftur og höldum öllum fánunum svona, munið, ég er búin að sýna ykkur þetta í einhverju vídeóin áður.
og setjum bara tvinnan aðeins upp að því, þá verður þetta akkurat svona, verður til friðs. Það verður aftur svona næstu því, vona við. En þá næsta skref, það bara að halda áfram að dubba og klára búkinn á flugunni, og til þess þurfum við meira af þessu Ice Prism dubbi. Og þá þetta bara komið. Eina sem við ætlum að gera að búa til haus hérna og við getum hent pínu dubbi hérna í viðbót. Fylla bilið. Gerum það. Bara smá klípu. Þannig að það sé ekki að gera þetta bara með tvinnanum. Snúum þetta hérna á snöggvast. Og svo kemur þetta hérna. Akkurat, þá hún alveg akkurat eins og við viljum hafa hana, feit og patralega. Það sem ég ætla að segja ykkur í sem þetta dubbið, ef þið viljið hafa þetta pöttulegt og einhvern veginn hafa hana á loðnari, þá getið þið farið með annarkvæmt með busta með hérna sem sé í járnhári, eða þessi járnbusta í dubbið hérna og rifið hérna eins upp, eða gert það eins og ég að sýna ykkur, það hægt að gera það með nál. En að því þetta laust dubb, þá myndi ég fara rosalega varlega að ég vera að rífa upp mikið af þessu. En hún verður einhvern veginn veiðilegri þegar það búið að taka upp nokkrar trefjar að dubbinu. Svona þannig. En þetta eins og við segjum, þetta eitthvað sem ég læti ykkur eftir. Þetta aðferðin við þetta, ég ætla bara að sýna ykkur hana. Ég ætla ekki að vefja alla fluguna svona. Við búum bara til haus á hana hérna. Snúum kúlunni þannig að þetta falla allt. Nú þetta svona. Og þá ekkert annað að gera nema bara búa til hausin á flugunni. Hann þarf ekkert að vera stór sig. Henda á þetta hnút hérna, góðan finishing hnút, fjórfaldur eða fimmfaldur og svo öðrum hérna stórum góðum. Þá þetta bara komið og þá ekkert eftir nema bara bregða á fluguna smá slumma og lækki. En þetta sem sé Aldan eftir hann hérna Helga Vaff Úlfsson og hefur reynst ágætlega eftir veiðivötnum. Við erum orðin eina af þessum flugum þar sem klassík þar. Þykir góð í urriðan. Þessi þá þetta komið. Ég byrja að líta fluguna Ölduna. Þetta Helga Vaff Úlfsson. Og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið og þeim við endilega gera áskrifundur á rásinni, deila vídeóinu og setja like á það. En þangað til næst þá bara þakka ykkur kærlega fyrir og við sjáumst ræðs og gott.